hvað seinasta reel sem þú horfðir á eða seinasta TikTok? Það getur yfirleitt enginn svarað þessu. En hvað var það seinasta sem þú gerir með vinuðinum? Þú veist það, alltaf. Þannig að þarna líka spurningin, hvað sat eftir og hvað næri gegn á samfélagsmiðlum? Það skiptir ykkur máli hversu upplýsandi það þetta bara efni sem að virkar mig. Og síðan sjáum við það misnota núna til dæmis eins og með þetta sem heitir rage baits. Það sem við sjáum bara reikninga sem eru bara í því að búa til gervigendar efni sem að miðar að því að gera mig reiðan til að halda mig við efni og þetta svín virkar. Og ég eiginlega svolítið rangaði við mér þegar að dóttir mín fekk vinkonu í heimsókn sem var með betri iPhone heldur en ég og hún var með TikTok-reikning sem enginn var að fylgjast með í þeim síma, leikskólabarn. Og ég sagði sko, vá, á hvaða staði eru við komin hér? Já, Skúli, hvað segir gott? Bara ljómandi. Það ekki? Lífið að fara vel með þig? Já, alltaf nóg að gera en bara sumafrí á leiðinni þannig að þá var maður alltaf aðeins léttari. Já, sumafríð maður. Hvenær fyrir sumafrí? Júlí? Ég að reyna en það búið að setja dagskrá einhverja þjóðaratkvæðagreiðslu þannig að ég hugsa að ég verði nú eitthvað að vinna í sumafríinu mínu. Hvað þú heitir Skúli Bragi Geirdal, þú ert hjá Netvís og byrjum á því bara hvað það? Og af hverju það mikilvægt fyrir ESB? Ég vissi þetta ekki. Nei, þetta bara frábær spurning sko. Netvís merkið sett í loftið svona seint á síðasta ári og þá erum við að ná undir verkefni sem að snerta fræðslu, rannsóknir og alþjóðasamstarf það sem heitir félagslegt netöryggi og miðlalæsi. Þannig að okkar hlutverk að tala bara hvernig valdefluðu fólk til að takast á við falskar upplýsingar, hvernig notum við gervigreindina ábyrgan hátt og það auðvitað snertir á kosningum líka því að við erum farin að sjá alls konar tól sem eiga svara fyrir okkur erfiðum spurningum atkvæðagreiðsluna. Við sjáum botta í umferð á samfélagsmiðlum eða einhverja falska fréttir, erlendan áróður. Þannig að við erum í rauninni í svona fræðslu hlutverki þegar kemur að öllum þessum þáttum. Hvernig leggst atkvæðagreiðslan í þig? Hvað ætlar að kjósa? Ég að djóki. Eldheit spurning sko. Það kannski, það eina að það pínu erfitt að fá þetta inn í sumafríð. Við erum að reyna að kalla saman sko, sérfræðinga, búið til fræðsluefni og mennur að fara í sumafrí og það svolítið þungt. En á sama tíma finnst mér alveg jákvætt að við fáum hlutverk og eigum að vera að búa til fræðslu til almennings. En það líka erfitt að ná sambandi við aðra stofnanir sem hafa hlutverk og já, þetta vandasamt en við erum að reyna að gera eitthvað besta. Já, þið hljótið að ráða vel fram úr þessu. Ég var einmitt með Hjört J. Guðmundsson. Ég vona að þetta verði minna á internetinu og meira á svona stærri umræðuvettvangi, bara eins og í gamla daga. Kannski bara byrjum á því. Þú ert núna búin að vera, varst hjá fjölmiðlanefnd sem að ég núna skorun og snörun úr, þannig að hí á ykkur. Þannig, og þú ert búin að vera að pæla mikið í þessu gagnvart fjölmiðlum og fleira. Er þetta horfin veruleiki að við séum á svona þessum félagslegu nótum og getum kannski verið að taka, ekki kannski ákvarðanir, en svona almenna umræðu á þessum svona, við erum með þetta í sundlónum einhverju leiti, en þessi svona gamli veruleiki að við séum ekki bara ná samfélagsmiðlunum að góla hvort annað. Er þetta horfin veruleiki? Ég ætla að segja ekki horfin, en ein sviðsmyndin klárlega lítur svoleiðis út. Og sérstaklega þegar við höfum verið með mjög mikinn fókus á samfélagsmiðlum og síðan erum við farin að horfa á og treysta gervigreindinni til að svara öllum helstu spurningum bara í daglegu lífi tilfinningarlífið okkar, hvernig við erum að kjósa og hafa okkur og klæða okkur, að þá verður þetta einsleitt upplýsingaumhverfi. En ég held að við munum snúa þeirri þróun við og leita frekar í annað fólk. Ég með okkur óþol fyrir því þegar ég að fá fólk á fundi og að hlusta á ráðstefnur og menn byrja alltaf á, ég spurði gervigreindina og hún sagði og já, en hvað með það? Ég get líka spurt gervigreindina. Hvað segir þú sem sérfræðingur? Hvað segir þú sem manneskja? Ég vil frekar ef við leitum í það samtal og ég hugsa að það verði eiginlega meira þróunin. Við sjáum alltaf hlutfall efni sem ekki manngert á netinu alltaf verða stærra og stærra. Þannig að það kemur að held í einhverjum svona óþólspunkti hjá okkur. Og þá skiptir máli efni sem náið, þessin heiti til dæmis að hlaðvarpsumræðan og hlaðvörp séu mjög sterk á Íslandi að þetta náið. Það þægilegt að melta þetta og meðan við erum í deginum okkar að brjóta saman þvottinn og sækja á göngutúrum og annað. Við viljum fá efni frá fólki. Ég held að umhverfið okkar verði ansi snautt ef við ætlum að fara að taka það út úr umræðinni. Það gæti komið eitthvað smá tímabil en við munum alltaf leita aftur í fólk. Já, ég held að þetta sé rétt hjá þér, Ég held að á einhverju leiti að tala uncanny valley þegar að
rafvæðingin er farin að verða of manngerð að þá verður eitthvað svona sjálfvirt óþol hjá okkur gagnvart því þegar allir mis svona róbótar og fleira fara að verða of mannlegir að þá förum við ekki að ákveðna svona ónota tilfinningu og ég var að hlusta, ég svaf ekki neitt í nótt og ég var að hlusta á hérna Dario Amodí sem er forstjóri Anthropic sem er að framleiða þessa svona bestu gervigreind og hann sagði sko sem að mér þótti mjög jákvætt að núna undanfarin ár hefur tæknivæðingin verið meira að því svona bundin við það að taka hið mannlega út fyrir sviga og vera að passa upp á það að eða svona peningamódelið væri byggt á því að það væri verið að ná sem flestum mínútum af augum á skjánum í hverju sinni, alveg sama á hverju það var og hann sagði að til þess að bæta tækni þá þyrfti að fara frá þeirri svona sín og byggja þetta frekar á að auka við svona notendavænt umhverfi þar sem að róbótinir og gervigreindaforritin og fleira eru ekki endilega að beita sig fyrir því að sko hasla eða taka sem mestan tíma af fólki heldur að vera sem fýsilegasti kostur til þess að auðvelda manni lífið. Nákvæmlega. Og ég hugsaði með mér, þetta er svakalega jákvætt og ég einhvern veginn til líka alveg svona ákveðna vísbendingar að þetta gæti orðið raunin sko. Ég meina þetta er það sem við höfum verið að tala fyrir núna þegar við sjáum bara samfélagsmiðla umræðuna það virkar virkja hjá okkur tilfinningaleg viðbröð það virkar okkur og þetta snýst alltaf að halda athyglinni því það eru verðmætin en verðmætin í athyglinni eru líka fyrir okkur sjálf í hvað er ég að nýta tíman minn í því að halda mig við skjáin þannig að einhver fyrirtæki út í heimi sé að græða á mínum tíma þannig að þetta fer líka svolítið að vera spurningin hvernig gagnast þetta mér og svo líka kannski þegar við fyrir að sjá áhrifin bara á samfélagið okkar þegar við höfum verið svona sogast inn í þetta athyglishakerfi, þú veist þessara miðla að ég fer að spyrja gervigreindina og fæ staðfestingu á mínum veruleika, á mínum skoðunum og ég kem tilbaka með svörin alveg brjálaðar út í þig af því að hún, sko gervigreindin hefur ekki þetta sko þessa hæfni að geta metið sko þína hlið á málinu, en hún metur hún út frá mér og þarna er eitthvað sem staðfestir mína skoðun sko, sem festir mig ennþá meira í sko bergmálshelli ekki bara inn á netinu, heldur síðan í umræðinu bara í heitabottinum. Þannig að það er líka þau svona áhrif á líka bara samskiptin okkar sem ég held að við séum ekkert sérstaklega ánægð með. Þannig að ég held að þetta sé alveg mjög sterkur punktur. Jú, athygli okkar er verðmætt og við þurfum að fara að horfa á hana þannig og við þurfum að fara að sko horfa á tíman okkar að við séum að nýta þessi tæki og tól en ekki að tækin og tólin sé að nýta okkur. Það er þróunin sem það er að snúa við. Já, þetta er eitthvað sem hefur verið talað að ef þú ert ekki að borga fyrir það, þá ert þú varan. Já. Og þetta er einmitt það sem Tristan Harris hefur verið svolítið að benda á, að þú ert í rauninni söluvaran, sko, ekki öfugt. Og ég held að þetta muni koma til með að leiða okkur til betri vegar. En í millitíðinni, að þá eru áskorunir, eins og þær sem að er símabann, sem að ég vil kannski bara aðeins byrja á áður en við förum alhliða yfir í samfélagsmiðlun og áhrif þeirra á ung börn og þá er verið að tala símabann og einhverjir fárálingar fóru að tala símafrí til þess að stýra einhverju narratív þróun það okkur þykir óþægilegt að tala bönn en ég meina alveg eins og við viljum halda börnum í kókaini frí að þá er það bara bann, skilur, þetta er ekkert frí þetta er bara að við erum að banna börnum að vera í símanum út af því að það er óskynsamleg óskynsalegt að börn séu í þessu en þú stegst fram í þú ert náttúrulega líka að vara þingmaður Framsóknarflokksins og þú stegst svolítið, hvað við segja svona, ég ætla ekki að segja hart fram en svona ákveðið fram og sagði bara þetta er skynsamlegasta leiðin, bara ég er búin að kynna mér þetta ég veit hvað þetta er, símabann er jákvætt, er það ekki rétt hjá mér? Jú, inn á þinginu þá lagði ég til vanandi samfélagsmiðlana en fram að því hef ég verið að heimsækja skóla og sveitarfélög og styðja við þau í því að innleiða reglur og ramma símnotkun í skólum það sem að mér finnst það bara ábyrgt í starfi hjá mér að vera að vinna í því að gera rannsóknir, vera að heimsækja skóla ég er að tala við svona yfirleitt rúmlega 10.000 börn á ári í skólum út allt land og þar sér maður þetta blasa við ákveðið vandamál
og ég veit alveg og það hefur oft komið fram við viljum ekki boða bönn af því að það leysir ekki vandan en það sem við þurfum að horfa á sko heildstæð nálgun og hluta af því að vera líka með boð og bönn sem við sjáum víða í samfélaginu okkar samhliða þurfum að vera með fræðslu ef við viljum bara vera með bann og enga fræðslu þá það mjög ólíklegt til árangurs en þeir eru með fræðsluna líka og ekki bara til nemelda, heldur líka til foreldrana, til kennarana ef við horfum á þetta sem samspil lagasetningar, fræðslu, forvarna þá hefur við trú á því að það nái árangri þannig að spurningin hefur kannski svolítið verið líka hver og eitt skóli eða einstakar sveitafélög hafa verið að ná utanum þennan veruleika börn eru með síma og börn eru með góða síma í höndunum oft betri síma en ég og ég eiginlega svolítið rangaði við mér þegar að dóttir mín þá 5 ára fekk vinkonu í heimsókn sem var með betri iPhone heldur en ég og hún var með TikTok-reikning sem enginn var að fylgjast með í þeim síma, leikskólabarn og ég sagði sko, wow á hvaða staði eru við komin hér þegar að við erum fann að rétta börnum á þessum aldri samfélagsmiðla og þannig erum við með þá samfélagsmiðl sem með aldurinn 13 ára og við getum rætt náttúrulega það eftir hversu glórulaust það allt saman en við þurfum aðeins að fara að velta fyrir okkur hvar á þetta tæki heima. Það þetta hægt að nota síma á gagnlegan hátt, en líka ekki. Ef það á að nýta hann á gagnlegan hátt, þá þurfum við líka að horfa á það hvað, ef við sköpum svona jafnan grundvöll fyrir börn að námi. Það ekkert öll börn sem að síma. Sumi að taka síma. Ætlum við að nota hann til að spila Kahoot-leikinn. Þarna sitja ekki allir við saman borð. Á sama tíma þetta líka truflun inn í skólastofum, en líka á íþróttaæfingum. Ég knattspyrnuþjálfari í grunninn og ég hef alveg séð leikmenn hjá mér taka símtali á miðri æfingu bara inn á vellinum, 7 ára. Og langflest símtölu eru að koma frá foreldrum. Hendur þeim ekki heim þá? Já, á þeim tíma. Ég er nefnilega nefnilega þjálfari, ef einhver tekur upp síma, þá húðskömmu við það, Já. Var það ekki á borðinu? Það ég veit að knattspyrnuforeldrar eru náttúrulega bilaðir einstaklingar, þannig að töluvert erfið að tjónka við þeim. Og en þegar þú ert til dæmis með æfingar og svona, hvernig, í þessum aðstæðum, kasta ekki heltir yfir krakkan. Nýr samstarfsaðili þessa þáttar er Kaldi. Kaldi er bruggaður á Árskógssandi þar sem að hreint íslenskt lindarvatn og vandað handverk fara saman. Kaldi er fyrsti handverksbjór Íslands og hefur frá upphafi lagt áherslu á gæði, hefð og gott bragð. Notast við vandað hráefni og klassíska bruggaðferðir sem skila fersku og hreinu bragði sem að Íslendingar kunna svo vel að meta. Hvort sem úr að fara að njóta rólegra stundar, hitta góða vini eða fagna sérstöku tilefni, þá Kaldi alltaf vel við. Stolt norðlenskt handverk, bruggað af metnaði síðan 2006 og skál fyrir því. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvörubón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvörubón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkjuru bara á staðinn af Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Á þessum tíma þá var svona veruleikin kannski aðeins annars. Hvað eru að tala mörg ára aftur í tíman? Þarna eru að tala kannski svona fyrir 8 árum síðan. Já, ok. Hanna í dag myndi ég ávarpa þetta, alveg sannarlega. En aftur, áður en ég fer í þetta starf sem ég er í dag, þá var ég að vinna í félagsmiðstöð og ég var með æfingar og þar sá maður alls konar hluti sem ég nýti í starfinu mínu í dag. Við erum að reyna að breyta og ég tala líka við kennara sem eru búin að vera að tala um þetta í lengri tíma en ég. Ég var að reyna að koma svo að í umræðinni, en stundum er umræðan bara ekki alveg tilbúin fyrir breytingar. En mér finnst þú að vera það í dag. Og núna erum við að sjá það að við erum kannski að komast á þann stað að ráðherra vill sjá þetta landlægt í skólum að það séu teknir og tímar. En það eru auðvitað tilfelli þar sem við erum að getum þetta að nota þessi tæki til þess að stýra til dæmis sykursýkistælum eða einhver svona sér tilfelli og það er svigrúm fyrir það og verður að vera svigrúm fyrir það í þá þeim eina tilgangi. En síðan megum við líka alveg hafa því huga að skólarnir hér við eiga yfirleitt tæki sjálfur. Langflestir. Og það eru tækisá sem eru auðveldar að hafa yfirsýn yfir, það eru auðveldar að setja reglurramma í þeim tækjum fyrir skólana og þar sitja öll börnin við jafnt við sama borð þegar kemur að því að nota tækin
En svo finnst mér samt að við ættum að dýpka þá umræðu líka og nýta kraftan okkar meira í að skoða hvernig gerum við spjaldtölurnar í skólunum ennþá öruggari. Því það eru auðvitað líka alveg tilfelli þar sem við sjáum sem mætti laga. Eiga þær heima? Ég nefnilega sko þetta því að mér finnst það mjög áhugaverði punktar sem voru að nefna með sko þróunina. Og því að ég náttúrulega tel að foreldrar sem að gefa barninu sinu spjaldtölvu eða síma séu vondir foreldrar og hef sagt það núna mörgum sinnum en ég hef ekkert sagt það fyrir einhverjum árum. Þá var þetta einhvern veginn, það kemur náttúrulega svo hratt inn. Ég man þegar ég að koma heim, ég held ég að vera í Afríku og ég var þannig úti í einhverja 2-3 mánuði þegar ég kem heim, áður en ég fór þá voru bara flestir með takkar sem eitthvað aðeins byrja að bera á hinnu og þetta hana í kringum 2012 minni mig. Svo kem ég heim og þá eftir áramót og þá voru allir einhvern veginn komni með svona skjásíma og svo náttúrulega bara verður þessi þróun hraðari og þessi samfélagsmiðla verða meira ávanabindi en það alltaf að sé ekki svona 2018 sem þetta virkilega tekur svona stökk. Náttúrulega í COVID var þetta svakalegt stökk þar sem að þeir bættu sína samfélagsmiðla alveg greiðarlega og gerða það meira ávanabindi sem náttúrulega það sem þeir eiga að vera að gera. En svo núna í dag, þá einhvern veginn svona skaðsemin komin rosalega mikið á dagskrá, en við erum samt ennþá í einhverju svona millibilsástandi sko, þar sem að foreldrarnir eru samt líka ég gerist segur þetta sjálfur, ég búin að henda út öllum samfélagsmiðlum úr símanum mínum, þannig að ég kemst ekki inn á það rosalega gott, en maður finnur þetta alveg, ég fréttafíkill, maður alltaf að þetta bara orðið einhvern veginn imprinta í mann maður samt gerir sér grein fyrir skaðseminni sko. Já, auðvitað og ég detta alveg þetta líka verandi með fræðslu alla daga þessi mála, ég detta alveg stundum líka í það að skoða einhver myndbönd og síðan næsta og bara dottin einhvern reels rúnd sko, að einhver sendi mér eitthvað myndband ég er ekki heilagur og ég er bara mjög opinn með það í öllum foreldrafræðslum ég lít svoleiðis á að við sem er kannski ekki endilega vondir foreldrar heldur eru við kannski ekki nógu upplýstir foreldrar hvað er í þessum tækjum á mínu heimili, ég á 9 ára dóttur og það er spjaldtölvu á heimilinu en hún er ekki nettengt ég stýri því hvað er í þessari spjaldtölvu það er hægt að nota hana til þess að fara í teikni app til þess að læra að teikna við getum notað hana á jákvæðan háttari eða læra á gítar það er sími sem er svona eldhússími það er bara takasími sem er hægt að taka með sér í þeim tilfellum þar sem þarf að vera hægt að ná í mig það er ekki skólinn, það er sími í skólanum, það er ekkert vesen en það er kannski einu sinni en barnið mitt þarf ekki að eiga síminn á bara heim í eldhúsinu og svo er hann tekin með í þau skipti þar sem það er réttlætanlegt. Þannig að við sköpum okkur svona þetta umhverfi á mínu heimili, þannig að það er alveg hægt að finna einhverja leiði til þess að vinna með þau. En við erum mjög duglega við það að réttlæta meiri notkun hjá okkur sjálfum og oft, og það stakk mig rannsókn sem ég sá í Bretlandi að eitt af því helsta sem að foreldrar nýttu tíman í á meðan að börnin þeirra voru í spjaldtölum var þeirra eigin skjátími. Ég var að setja börnin mín í skjá svo ég geti verið í skjá. Horfum á þess að það, er það virkilega það sem við viljum gera? Því að þetta snýstu þetta líka það innihald sem við erum að bjóða þeim upp á í tækinu sjálfu og þar er alveg hafsjóra efni. Sumt er alveg fínt en annað alveg glórulaust. Þannig að þarna þurfum við bara að styðja við foreldra. Og hjá Netvís þá settum við í loftið það sem heitir verkfærakista. Bara hvað er allir þessi samfélagsmiðlar? Hvað þarf það að hafa í huga varandi þá? Hvernig setur á foreldrastillingar? Því foreldrastillingar, þær eru bara mjög einfallega bara belti og hjálmur og hjálpadekk sko, þegar við erum að senda þau út að hjóla. Og það er alveg jafn eðlilegt að það sé til staðar hjá börnum sem er ekki búin að öðlast nægilega mikið þroska og reynslu til þess að átta sig á því hvað þetta er sem við erum að vinna með í þessu tækjum. Þetta eru mjög öflug tæki. En það getur alveg verið einhver verkefni, það sem við sjáum stað og stund, en ég held að við séum ofgjörn á því að réttlæta meiri notkun en kannski þarf. Og við búum vel, við erum einhver nettengdasta þjóð í heimi og hér höfum við það bara þokkalega gott, við höfum efni á dýrum tækjum og til þess að ég geti réttlætt kaupa nýjum síma fyrir mig, þá læti ég barnið mitt hafa gamla síman minn, sko. En það þarf ekki að vera svona. Og við setjum í loftið í fyrra herferð sem heitir Lít upp, þar sem við erum með alls konar svona leiðir eins og þú nefndir að taka út samfélagsmiðla. Annað getur verið að færa öppin sem eru mest að sækja í mig af upphafskjánum. Við erum það skilyrt að þegar mér leiðist þá er ég búin að taka upp síman og ég er búin að opna Instagram og ég leiti ekki svona skjáin, bara þumalputti minn veit, hann er bara skilyrtur í að vita nákvæmlega hvernig hann opna þetta app. Svo setti ég notes átt í staðinn og þá allt í einu var ég alltaf farin að opna notes alltaf yfir daginn minn. Þá var ég bara svona æfinga sem ég skrifaði hugleiðingu dagsins. Við leikum okkur aðeins með þetta, prófum að taka út allar tilkynningarnar.
ef við förum aðeins yfir að Facebook, ég með sko yfirleitt 10, 20, 30 tilkynningar frá Facebook á dag og enginn að skipta mig máli, ekki ein. Þeir eru alveg svakalega góðir að búa til tilgangslausar tilkynningar, LinkedIn, alveg frábær miðill í þessu líka. Við erum ekki að missa neinu þó við slökkum á tilkynningunum. Þá fyrir við að nota þetta okkar forsendum. Já, nei, sammálaði, sko, ég tók út alla tilkynningarnar, en var þá ennþá með appin, sko. Það var ekki eiginlega fyrir en ég tók út appin sem hann var svona raunverulega frelsaður. En út af því að við erum að einbytta okkur á börnunum, svona praktíst, sko, þú búin að fara yfir nokkur skref svona hvernig hægt að gera þetta. En ef við hugum bara að menningunni, hvernig hægt að takast á við menninguna varðar þetta. Ég hef meitt, sko, það mín leið að kalla foreldra vonda til þess að skamma fólk til hliðinni og ég held að skömm sé afl sem að við þurfum að fara að endurvekja að fólk eigi að skamma sín og sérstaklega með samfélagsmiðla. Ég veit að fólki finnst alls konar það. En ég held að þetta getur komið af bara alls konar svona frontum. Svona praktíst út frá því sem þú þekkir og í þínu starfi. Hvernig sérðu fyrir þér að takast á við svona menningar út af því að það einn hluti sem að, þú veist, að vita allir af skaðseminni eins og ég var að tala áðan, en að skapa þetta svona menningarlega skriðþunga í það að við færum okkur í þess átt. Hvernig gerum við það? Ég held að sé að við tökum á þessari normaliseringu sem að svo rík í samfélaginu. Okkur finnst bara allt í lagi einhvern veginn þegar við erum með öðru fólki að við tökum síman og förum að bara þessina bara skrolla á einhverju miðli. Ef við setjum þetta í eitthvað svona samingi þar sem við erum með að því börn og ungmenni eru líka alveg að kalla eftir því að við finnum einhverja leiðir. Þeim líður ekkert endilega vel í þessu og segja oft ég bara að fara í tækina því allir aðrir eru í þeim. Þannig að við þurfum að byrja að taka einhver skref þar sem að við erum ekki með tækin við höndina. Og þetta getur verið í skólinn, þetta getur líka verið mataborðið heima, þetta getur verið íþróttaæfingin mín sem eru bara svona augljós stað þar sem ég á ekki að vera í tæki á sama tíma. Ef við förum að skapa svona þetta svigrúm einhvern veginn í samfélaginu okkar sem við erum ekki í þessum tækjum. Ég heldur ekki sem foreldri á æfingun alltaf að taka allt upp eða á tónleikunum sem ég á að taka upp myndbönd sem enginn að horfa á og ég horfi ekki einu svona á sjálfur. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á polsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á polsen.is og lætir klára málið í dag. Ég að vera geðveikur reyndar á þessu. Þegar maður bara kemur eitthvað gott lag og allir eru hérna. Ég bara svona, ég sá eitthvað mím daginn, það var einmitt svona Metallica tónleikar ára 1990. Ég eitthvað, vá, hvað er miklu skemmtilegra þarna. Heldur en þegar allir eru hérna alveg heilalösir með síman uppi. 100% sko, og svona er enginn að horfa á þetta. Þetta er stóríin sem þú ferð alveg yfir alveg leið sko. Þannig að senda með fleiri tónleikamyndbönd á Snap. Já, sagði enginn aldrei nokkuð tíma. Ég held að þetta séu svona að þetta er spurningum að skipta ykkur norm. Og þetta er spurningum það líka að við fyrir bara að taka þessu sem, þetta er bara dónaskapur þegar ég er að eiga samtal við einhvern annan. Og við sjáum það bara á málþingum. Ég var á málþinginu áðan, ógeðslega mikilvægt að búið að flytja þetta inn sérfræðinga og svo er bara í salnum maður og annar bara að skrolla á Facebook yfir ekki neitt. Þannig að þarna... Ég hef ekki að normalisera að skipta okkur af þessu. Ég byrjar að þegar ég er úti og ég sé einhvern fullorðinn í símanum fyrir fram barnið sitt þá kalla ég alltaf svona rosalega á bara vá hvað ég vildi óska þess, ég geti verið í símanum núna og svona skýta á það og þeir bregðast alveg við sko. Sumir eru að pirra þér sko, en það er alltaf leið. Bara eitt punktur líka bara í fræðslunni sem við erum með til barnana, ég spyrjum alltaf nokkra spurningar í lokin og eina af þeim sem fær hvað mesta svörun sko, í aðra áttina, það er þegar börnur eru spurð, finnst þér að reglur í síma ættu líka gildum fullorðið fólk? Bara 99% sem bara, já, please, nennuru. Mamma er alltaf bara eitthvað að skrolla búst þegar hún er að hjálpa mig við heimanámið og pappi er alltaf að segjast fyrir að svara mikilvægum tölvupóstum í vinnunni en ég held að hann sé ekki alveg að segja satt þar sem ég held að sé alveg hárétt. Maður réttlætir þetta að ég verð bara að svara hérna núna, þú veist, bara hérna í leiku því þess að setna. Ég er slæmur þannig. Þetta er eitthvað sem að þetta er hérna softspottum hjá mér sem ég þarf að laga sko. Því að maður, ég set síman upp í hillu en svo er maður með tölvuna sko, sem er ekkert skárra sko. Nei.
en ég verð að klára hana þátt, ég verð að græða þetta þannig að þetta er eitthvað sem það er virkilega að laga en ertu bjartsýn? Þú veist, hvernig finnst þér þetta að hafa þróast? Já, þetta hefur þróast alveg Þetta ekki gerast hratt núna? Jú, mjög hratt og það sem maður finnur sérstaklega er foreldra barna á leikskólaaldri, yngsta stíði, miðstíði þau eru alveg eldheit þau eru búin að kynna sér málið, það er búin að eiga sér stað einhver vitundavakning, þau eiga jafnvel eldri börn þannig sem þau séð afleiðingarnar og þau eru, ég ætla ekki að gera þetta núna svona með yngri börnum mín. Vandinn hins vegar við það er að við eigum líka til að hugsa svolítið, hérna kynslóð sem við bara eiginlega, þú veist, týnda kynslóðin, bara þú veist, þetta voru svolítið tilraunadýrin okkar, við getum ekkert gert í þeim, sem að er uppgjafatótt sem ég er ekki til í að heyra. Við eigum bara að taka allt aðra nálgun á þau. En hvernig á að gera það? Svo við hérna, út af því mér finnst það mjög áhugavert, bara með þessa táninga sem að sérstaklega náttúrulega, þetta var sérstaklega slemt í COVID þegar þeir einhvern veginn, við Jonathan Haidt hefur náttúrulega fjallað þetta, við töldum okkur vera að koma krokkunum okkar í miklu öruggara rými með því að passa upp á það að þeir væri ekki að slasa sig úti eða eitthvað þannig, en aftur á móti er skaðsumin örugglega margföld bara út af þessum svona huglæga vandamálum og að við myndum hérna segja það er stórkostlega hættu inn á frjálsu interneti með þessa kynslu Er það öðruvísi, þú veist, eigum að skamma þau líka til hliðinni? Sko, nálgunni sem að ég alltaf veiti á þennan hóp, það er yfirleitt þegar maður er að koma í fræðslu, fyrstu viðbröð ok, nú kemur þetta gæinn sem er alltaf að tala fyrir að banna allt, skilur, nú er hann bara að fara að segja allt, það er að banna og þetta verður alveg ömurlegt. Og ég bara strax fyrir upphæfin, það er ekki markmiði hér. Markmiði sem við erum að fara inn í er, að því ég veit að þið eru mjög skynsamir einstaklingar, ræðum þetta aðeins. Ok, hversu verðmæt er athyglin ykkar? Hvað gerðir þú seinast þegar þú sóttir app og skiptir þér ekki af skilmálanum eða sko því sem þú varst að samþykja? Hvað gerðist þegar þú fórst að nota gervigreindina án þess að spyrja hana spurninga eða leita heimildana? Og þegar við fyrir að tala um þetta þennan átt, eru hann einhver svona lítil auka skref, taka eiginlega engan tíma, en þau hjálpa þér bæði að halda þér upplýstari, þau hjálpa þér að átta á því hverju þú treystir, ég er ekki að segja þér hverju þú ert að treysta, þú verður að finna það hjá þér sjálfum. Hvað þú getur gert bara einfaldan átt til að stilla tækið þitt aðeins betra, þannig að þetta sé á þínu forsendum. Þá nærmar þeim alveg. Þú veist, ég þarf aðeins að heyra hvað græði ég á þessu. Því að það er órunögt að mér að segja, nú ætlum við bara að leggja frá okkur síman og hætta notan. Það er svolítið eins og við ætlum að fara að skrá okkur í CrossFit og prófa sko keto og ætla að fara að taka þátt í járnkallinum á sama tíma einhvern veginn. Við erum að fara að gefast upp bara strax næstu helgi. Við þurfum að hafa þetta raunhæft í skrefum. Hvaða skref getum við byrjað að taka? Síðan byggjum við bara ofan á því. Það kannski kemur að því að við fyrir því að velta fyrir okkur, þarf ég að vera með prófíl á 12 mismunandi samfélagsmiðlum og vakta þá allan sólarhringin ef einhverjum þóknast að senda mig skilabóð þar? Nei, af því þessi kynslóð líka, hún með opuslega góða pælingar eins og hvað eru þið að gera til þess að vernda interneti til lengri tíma? Þetta er alltaf að verða bara einhver gervigreind að sósa. Hvað eru þið að hugsa umhverfisáhrifin af þessum gagnaverum sem er að keyra áfram með gervigreindina? Geðveika pælingar. Þannig að það er sannarlega hægt að eiga þetta samtal, en það þarf að vera á jafningagrundvelli og við mögum ekki tala niður til þeirra, heldur meira, þú ert skynsamur einstaklingur, ég veit að þið langar ekki að hafa þetta svona. Já, þetta er áhugavert. Ég veit ekki hvort þetta þín upplifun, því núna hef ég verið að þjálfa krakka frá því þeir voru 13 ára, eru kringum svona 22 ára í dag. Og þeir segja einmitt að þetta er alveg allt rétt síminn að þeim er klessu, þeir enda að koma svona til mín mjánar, eða enda aðeins yngri sem eru kannski svona 16-17 ára í dag og segja ég komin í þetta skjátíma og það ég er alltaf dörðlega verið fyrir að vera mikið í símanum, en svo er ákveðin svona uppgjávartón innan meðalagsar krakka, það sem þau segja bara, svona eru búin að yfirfæra þessa hugmynd týndu kynslóð Jonathan Haidt og segja bara, ég bara er svona, jú, þetta er ótrúlega skaðlegt, en þetta er svo rótgróið í menninguna að það er engin leið fyrir mig einhvern veginn að hætta þessu núna. Já, þetta er alveg klárlega upplifun sem ég heyri. Þess vegna þarf ég að fá einhvern svona tól, hvað get ég gert? Einhvern svona raunhæfa leiðir eins og, er það raunhæft að ætlast til þess að ég fara að lesa skilmálan á uppunum áður í sækiðu? Svo fyrir að skoða þetta, hvað tekur meðal mannin langan tíma að lesa skilmálan þegar ég sæki í Instagram? Klukkutíma. Hef ég klukkutíma til að lesa þetta og svo þetta skrifa þannig máli ég skil eða ekki hvað stendur þarna. Er það raunhæft? Nei, ég ítti á samþykkjatakan, ég sótti appið og síðan get ég farið inn í persónustillingarnir í símanum. Það er miklu auðveldara. Þarf þetta app að fá aðgengi að locationum alltaf, öllum myndunum í símanum mínum. Þarna get ég farið að spyrja spurninga og þarna er þetta bara einfaldur checklisti.
Þannig að við þurfum að setja þetta líka í þannig búning að ég sjái og finni von að ég geti haft áhrif á það sem ég er að sjá. Já, en þau upplifa alveg vonleysi, sko. En eru skilmálinir, sko, ég finnst ekki skilmálinir, ég bara svona athygli. Ég reyndar, hérna, ég einn af þeim sem verið hérna legitimate use og fer og haka, ég tek mér svona 5 mínútur í að haka úr öllu. Já. En hérna, en ég hef einhvern veginn ekki hugað því, sko, að skilmálinir sé endilega vandamálið, þeir með eiga þessar cookies í einhverja 360 eða 180 daga og eitthvað þannig, og ég eitthvað, já, þú veist, það er hræðilegt út fyrir sig, en athyglin eitthvað svona sem finnst þessu uppgjafar koma frá. Já. Bara, þú veist, við erum öll inn á TikTok, þetta svo stór fíll, ég alveg og þetta svona svolítið undirbyggir undir það sem þú varst að segja mitt, með að yngstu kynslóðunar bara þær við gerum þetta ekki aftur. Við ætlum ekki að klúra þeim svona. En hins vegar, þá uppgjafatónin sko bæði meðal þeirra sem eru eldri, en líka meðal úlingarna sjálfra, bara þetta of stór fíll og þetta er bara skip sem svolítið sill. Já, þetta rétt. Hitt var svona, valdeflandi varðandi persónuupplýsingar, en svo þurfum við líka að hugsa athyglin okkar sem þetta eru verðmætin eins og við töluðum áðan. En þá getum við líka kannski afhjúpað það eins og hvað næri gegn á samfélagsmiðlum. Það efni sem að virkar hjá með tilfinningar. Það skiptir einhver máli hversu upplýsandi það þetta bara efni sem að virkar mig. Og síðan sjáum við það misnota núna til dæmis eins og með þetta sem heitir rage baits. Það sem við sjáum bara reikninga sem eru bara í því að búa til gervigendar efni sem að miðar að því að gera mig reiðan til að halda mig við efni og þetta svín virkar. Og þegar við svona afhjúpum það hvernig það verið að spila með mig til þess að halda athyglinni, þá finnst mér við náðum svolítið okkar band. Bara, heyrðu, ég fíla þetta ekki, ég er ekki til að spila með mig. Ég er klárar en það. Af því að þetta er alveg klárt. Við erum svolítið bara, heyrðu, hvað við gerum í þessu. Stundum er ég að tala við fólk hérna sem segir bara, það er bara best að við morgunum minn er að byrja strax daginn minn á að vera að skrolla og líka á henni fyrir að sofa. Bara, ég var að tala við par daginn og hún var að segja bara, ég elska það þegar við erum að sofa og hann heyrir að sama TikTok er búið að spila 4 sinnum og tegja hann sig yfir mig og slekkur á því. Þetta er svona sönn ást. Þetta er svona rómantísk tjáning í nútíma samfélagi að makinn slekkur á TikTokinu þegar ég er sofnaður yfir því, sko. Það er galið. Já, en svona er veruleikin sem við erum að horfa á í dag og það var rannsókn sem við gerðum stolna athygli þar sem við skoðum þetta, þar sem við sáum bara þessi yngsti hópur 18-29 ára í þeirri rannsókn, bara helmingur, bara mér finnst erfitt að borða máltíð án þess að vera að horfa á okkur á sama tíma. Þriðjungur var í bara, já, ég er oft í símanum myndi stýri 70%, þetta er fyrsta sem ég geri þegar ég vakna, seinasta sem ég gera fyrir að sofa, ég á erfitt með að horfa á þátt eða íþróttaviðburði gegn án þess að vera að horfa á eitthvað annað á sama tíma meðan og þannig fer maður að velta fyrir sig, hver er við stýrið þarna? Þannig er verið að stela athyglinni minni á þannig hátt að ég get ekki einu sinni setið með barninu minni og horta á hann og teikni mitt í gegn án þess að fara í tækið og hvað satt eftir? Og þetta er eitt sem við leikið okkur með líka með ungmennunum að spurja bara, hvað er seinasta reel sem þú horfðir á eða seinasta TikTok? Það getur yfirleitt enginn svarað þessu. En hvað var að seinasta sem þú gerir með vinuðinum? Þú veist það, alltaf. Þannig að þarna er líka spurningin, hvað satt eftir? Og svo að því nefndu krakkana sem út að vinna með á æfingum, að sitja svo í mér, það var eitt drengur í mitt sem var að fræstum daginn og hann bauð mér að nota sig sem gott dæmi einstakling sem var búin að ná vel utan TikTok-nótkun. Af því að hann er með 3 tíma á TikTok á dag. 3 tíma? Já, en það er bara miklu minni en allir vini mínir. Þetta er ógeðslega lítið. Ég hef með þetta alveg undir kontról. Já, þetta er samt 3 tímar á dag. Bara þessum eina miðli. Já, og ef þú tekur saman alltaf hérna, þetta er bara full vinnuvika án styttingar, og fær ekkert greitt fyrir þetta. En það er einhver samt að fá greitt, en ekki þú. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu.
Hlaðvarpið eins og þið vitið í samstarfi við harðfisksverslun Hrafnadals. Nú ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Já, þetta alveg galið sko, og ég meint eins og með reitsbeiti sko. Ég meint einhver hefur ásakað mig það að vera með reitsbeit sko, en ég reyni það ekki. Aftur á móti ég með mikið af efni á samfélagsmiðlum. En ég segi líka alltaf sko, því ég líka alltaf að drulla yfir fólk að vera mikið á samfélagsmiðlum. Ef það kveiknað í Garðabæ þá sendi ég ekki slökkvilið í Hafnarfjörð. Þannig að ég vona að það hafi líka þau áhrif að fólk minna inn á samfélagsmiðlum. Og mér segir, ég hitti mann daginn, hann sagði já, ég sá ríliðin og ég bara tók alla samfélagsmiðla úr símanum. Já, og bara, yes! Út af því að þetta og það kemur inn á það sem að forstjóri Anthropic var að segja einmitt að þetta sko, tæknin ekki þannig í dag að hún að vinna fyrir okkur. Hún að vinna fyrir sjálfa sig en hún nýtir okkur og þetta svona pínu eins og ég man og ekki hvaða bíómynd það var, einhver svona dystopíumynd þar sem að einmitt geimverur voru komnar og voru reyna að nýta sko, stinga manneskjum í samband til þess að nýta einhverja krafta úr manneskjunni og heldum við efni með því að láta það hafa einhvern sýndarveruleika sko. Það svolítið það sem búið að vera að gerast sko. Ég var svona fallast pínu hendur en svo aftur á móti með við það hvað þetta að gerast hratt núna. Svo Grímur Atlason sagði í viðtali sem ég þótti pínu rétt, hann sagði sko, ef ég ætti að velja með þess að láta barnið mitt hafa síma eða pakka Marlboro í viku, að það myndi alltaf verja Marlboro. Já, ég kannski ekki alveg þar. Ég þar. Ég bara 100%. En ertu ekki, þú veist, ég meina, þetta út af því að lungun eiga að geta náð sér aftur ára eftir og hættir að reykja. Ég veit ekki hvort það sé rétt, ég ekki læknir og fullir ekki slíkt, ég hef aftur á móti heyrt þetta. En hins vegar þetta með, út af því að mér finnst ég finna það svo mikið sjálfur og ég og þú, við erum á sama aldri, við upplifum tímana, sérstaklega táningsárin án samfélagsmiðla og hugsa allir, vá hvað það gott að samfélagsmiðla voru ekki fyrir hendi þegar við vorum að hafa okkur eins og trúðar á sínum tíma. Núna búið að taka allt upp. Já, ég stundum samt leik mér aðeins með þetta okay. Þegar, eins og í framhaldsskóla þá var maður svolítið svona að upplifa Facebook í fyrsta skipti og ég svona fer stundum svolítið að ef við rifjum aðeins upp en að veruleika því fyrst kemur þetta inn á sjónarsviðið sem svona opin lýðræðislegur umræðuvettvangur þar sem við vorum að taka þátt. Ég sá það sem vini mínir sem ég fylgdi voru að posta og við vorum að eiga samtal. Ég fór bara og henda á vegginu einhverjum öðrum bara hvar ertu? Eða bara í dag ég að drekka kók frekar en Pepsi og svo áttu menn bara í opnu samtali þar undir og svo gæti maður tekið þátt. Það voru ekki í upphafi. Síðan fórum við náttúrulega að láta stýrast út frá sko, áliti annara þegar þau voru kynnt í sögunar. Jonathan Haidt segir að þetta að vera versta sem hefur komið fyrir samfélagsmiðla. Já, menna þú veist, ég get alveg tekið undir að þetta sé vont, alveg eins og Strík sem voru heldur ekki, það sem að ég fæ verðlaun fyrir að gera eitthvað daglega eða endurtekið og refsingu ef ég gera það ekki, sem bara virk skilyrðing eins og þegar ég að temja hund eða setja á hann ól þegar ég vil hann hætta að gelta, gefa hann alltaf rafströmm. Svolítið eins og Snapchat sem að telur mig trúum það að ef ég sendi ekki daglega mynd þá geti Snapchat tekið að með vini mína. Þannig að þarna eitthvað kynnt til sögunar sem í rauninni bara til þess gert að halda mér við efnið. Instagram, þegar við byrjuðum að nota það fyrst, maður skrólaði niður og svo þegar ég var búin að sjá allt sem vini mínu voru búin að setja inn síðan ég kikkaði senast, þá kemur bara, þú búin að búið með skammtiðin, you're all cocked up, kom bara merki. Þú búin, þú ert að fara að gera eitthvað annað. En núna, það gengur ekki. Því meiri tími þetta meiri verðmæti, þannig að þú ert aldrei búin með efni. Þannig við höfum séð svona þessar breytingar í því hvernig samfélagsmiðlarnir eru mótæðir, hvaða efni næri gegn. Og það líka vondið fyrir öll að hugsa, af hverju átt þú að vera að búa til eitthvað efni fyrir samfélagsmiðla? Af hverju að fjölmiðlar að vera að vinna fréttir? Við erum bara með gervigreind og þetta bara allt þarna. Hvað gerist þá? Þá verður þetta allt saman alveg ofboðslega innihaldslaust. Ef það ekkert mótvægi,
ef við erum ekki að nota þetta líka sem miðlunarleið fyrir gagnlegar upplýsingar. Þá sannarlega erum við að skemma internetið ef við ætlum að fara að draga okkur tilbaka. Við hættum að búa til heimasíðun, við hættum að búa til efni. Og hvað gerir gervigreindin þá? Þá fyrir við að sækja bara upplýsingar í sjálfa sig og þetta verður einhver grautur. Þannig að við höfum einmitt, eins og þú ert að nefna, að nota þessa miðla líka til að skapa þetta mótvægi. Frábært. Það er svona sögur. Það er alltaf fáir sem látið vita þegar þeir taka eitthvað svona upp og sem stuðlar að jákvæðri breytingu þeirra lífi. Já, það er náttúrulega alltaf gott að fá svona jákvæðar sögur, sko, en það er mikið verk fyrir höndum. En fyrir það eins og við gervigreindina, og þú varst að tala á þann að þið verða að innbytta ykkur að svona upplýsinga óreiða og fleira, og einmitt með gervigreindina, mér var svolítið áhugavert að þú sagðir þetta mitt án, og núna ég að gera þætt Dragkísluna sem að fjallar svona horfur í Evrópu, og það var eitthvað mjög ákveðis efni sem ég var að spyrja gervigreindinu út í og var að beða að finna innan skýrslunar ákveðið mál og skýrslan sagði bara já, þetta það var einhver fundar árið 1970 sem ég var að spyrja hvort það hefði komið fram í skýrslunni og hún segir, já, það gerist 2008 þá var náttúrulega komið í kjölfar hrunsins og þetta gerðist og ég er að tala fund frá 1970, hvernig getur þú sagt og þá viðurkenna gervigreindin, já, ég las ekki skýrsluna og ég kemst ekki inn á hana og ég var svona, wow, þetta er svakalegt það því að maður leggur rosalega mikinn sko, að tala svona sögulega staðreyndir þá er í svona flestum tilvíkum en maður svona treystir í frekar mikið en svo þegar maður er að koma inn aðeins meiri svona kjarna að þá fer hún líka bara að bulla það finnst mér vera svona ákveðið merki sem maður þarf að hafa að gera sko. Og það eru þetta þannig eigum við að horfa á þetta eru þetta öflugt tól en alls ekki fullkomið og það er sérstaklega þegar maður finnur að núna að því við erum núna á þeim tíma við erum að leiðin í þjóðaratkvæðagreiðslu og ég rak svolítið augun í það að núna erum við komið síðu og skilabóðin eru svolítið, núna erum við komið gervigreind til þess að svara fyrir okkur þessum spurningum, hvað við erum að kjósa nú loksins getur fólk tekið upplýstar ákvarðanir ekki byggðar á tilfinningum og ég sagði sko, við höfum sett ekki geta tekið upplýstar ákvarðanir hingað til það verður engin fagstétt unnið að því að vinna úr upplýsingum fyrir okkur og það verður ekkert verið neitt hingað til nú allt í einu getum við tekið upplýstar ákvarðanir þetta er ákveðin ofurtrú á gervigreindinni og líka er slæmt að taka ákvarðanir út frá tilfinningum er það eitthvað ránt? Nei en það sem við þurfum að skoða þetta líka er að stundum er þetta sett í eitt graut ég kannski fæ í sama svari eitthvað sem byggir á mjög traustri heimild og síðan bara einhverju bloggfærslu einhverstaðar eða redditþræði og sumstaðar líka bara það sem hún skaldar í eðurnar til þess að láta þetta lítið út fyrir að vera nógu samfærandi svar. Þannig að þarna þurfum við auðvitað líka takullu sem er að koma þarna með miklum fyrirvara. Ég sé þetta líka því að nú vinn ég við kennslu í fjölmiðlafræðum í Háskólanum Akureyri. Maður sér auðvitað líka bara þessi verkefni það sem það liggur við að þú getur lagt verkefni sem að skila inn fyrir framan nemandann og spurt skilur hvað stendur þetta? Þetta er svo háflögu máli hvað er þetta að segja og stundum er þetta eitthvað svona innihalslaus orðskrúð þetta hljóma voða vel en svo fyrir að lesa setninguna að það er ekkert samhengi í henni hún bara hljómar vel Hlaðvarp er í samstarfi við heitirpottar.is hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Eins og þegar fólk er að láta þetta skrifa fyrir sig tölvupóstana og önnur samskipti. Þannig að veltu líka fyrir okkur þegar við erum að fá hana til þess að lesa við skjöl. Hvaða skjöl er þetta? Er þetta alltaf skjöl í mínu starfi ríkisstarfsmaður? Má ég deila þessu skjali þarna inn? Er einhverja trúnarupplýsingar þetta? Og svo líka, treysti í útrættinum, misti ég mögulega af einhverju? Var hún ekki að taka það sem skipti mig mestu máli út úr þessari samantekt? Þannig að, jú, notum þetta fyrir það sem þetta er. En þarna kemur líka ákveðið sko svona læsisvandamál upp sem byggir auðvitað á gagnrýni hugsun
Hún styður líka mig sama hversu heimskulega ég að spyrja. Frábær spurningi að Þórarinn, viltu ekki spyrja aftur? Þetta æðislegt, haltu nú áfram þóttu sitt með eitthvað algjört rugl. Flott, en til að fá næstu spurningu þá reynda þetta að kaupa áskrift og borgar mér fyrir upplýsingarna sem ég sæki frítt frá fjölmiðlum. Já, frábært, þetta er mjög sanngjarnt módel. Þannig að það er þetta og síðan það hinn þátturinn sem auðvitað allt myndefnið sem að því við eigum að líka til að tala gervigreindina út frá því hvernig við notum hana. Foreldrar, já, þetta er ChatGPT, jú, langflest börn og unglingar eru líka að nota gervigreind sem ChatGPT, en síðan alls konar spjallmenni líka. Vini sem búið að móta fyrirfram sem ég að spjalla við og svara mér jafnvel ekki bara í skrifuðu máli, eða ég get móta með vini til þess að eiga samtal við, myndefni sem ég að búa til sjálfur, af einhverjum öðrum, breyta öðru fólki. Þannig erum við bara með lagaákvæði, gilda sömu reglur, ég má ekki deila nekta mynda þér, alveg saman hvort ég tók hana, fekk hana senda eða bjó hana til með Photoshop eða gervigreind. Þetta má ekki. Og þetta getur varðað sektum eða fangilselta 4 árum. Þetta er mjög alvarlegt brot. Þannig að við þurfum líka að horfa á þessa takmarkanir, hvað má og hvað má ekki þegar ég er að nota jafn öfluga tækni og gervigreindin er. En við leikum okkur í myndlæsi, við förum yfir myndbönd og það sem er skemmtilegast að eitt verkefni sem við vinnum þá bara horfum við gegn á eitt myndband og síðan er bara spurningin hvað var þetta? Hvað var þetta? Hvað var sagt? Og það stendur oft efst í myndbandinu gert með gervigreind, en það er texti það sem er verið að texta það sem er sagt í myndbandinu og augum mín alltaf að horfa á textan og ég sé ekki merkið uppi, já, gert með gervigreind og síðan er líka bara staðrindina sem að koma fram sem eru síðan það sem afhjúpa myndbandið. Það er mjög gott. Það er þannig að mannaugað er erfitt með að greina hvort þið sé satt eða ekki, það sem er sagt er algjör sósa. Þannig að þarna, þetta gervigreindalæsi er eitthvað sem að skólarnir eru fannir að kalla mjög mikið eftir og er mjög vinsælt. En vandinn er að þessi fræðslupakki, það þarf að uppfæra hann bara að lágmarki í hverju mánuði, því þetta er svo hratt. Þannig að við mögum ekki vera með úrelt efni. Nei, þetta er áhugavert, sko. Ég hef mitt pælt mikið í þessu út frá því þegar fólk er að nota þetta á þetta, því að mikið talað að fólk sé að svona hámarka sjálft sig, hámarka sín afköst, hámarka það hversu miklu árangri það getur náð. En ég hugsa sko að hinn hliðin af þeim pening er samt líka að fólk er að lágmarka sjálft sig á sama tíma. Það er að segja að þín geta og svona svo vegferð að læra nýja hluti, það er einhvern veginn fyrir bí þegar þú setur allt inn í gervigreind og lætur það vinna fyrir þig. Þetta er svolítið svona eins og maður hefur upplegað núna undanfarnum árum, maður ratar ekkert lengur, þegar maður setur allt inn í maps. Já. En ef þú lætur gervigreindina keyra allan þinn árangur áfram, að þá verður bæðertu að gera þig ónótægan og þetta er náttúrulega eitthvað sem að menn hafa verið að tala um í sambandi við þessi reiknilíkun, að fólk þarf líka að geta skilið hvernig komstu að þessari niðurstöðu, að taka ekki bara mynda af starffæradæminu og því að þá ertu alltaf bara í þessu, þá í fyrsta lagi ert þú ekki nothæfur einstaklingur í því að takast af verkefni til minnst ef þú ætlar ráðið að vinnu, en í ofanalega þá ertu náttúrulega líka, þetta er þroskaþjófur sko. Og það er það sem að ég hef svona velt fyrir mér í þessu að ef að gervigreindin verður jafn öflug og margir segja að hún verði, þá er þetta líka áhyggjuefni út af því að við viljum náttúrulega alltaf finna stystu leiðina og auðveldustu leiðina. Og maður er að sjá þetta eins og í skólum að þá eru bara og fólk í háskólanámi sem að þarf kannski að sýna fram á 20% af þeirri athygli sem að þurfti áður bara út af því að það hefur þess kost að geta nýtt sér gervigreindina. Ég tel reyndar að það þurfi staðpróf þá í staðinn og að svona fjaranám verði minna virði einfallega út af þessu og það er ekkert eitthvað, ég er ekkert að segja að einhverjir séu svindlarar eða sé eitthvað að því, en þetta er bara eitthvað sem að óhjákvæmilega mun koma til með að gerast. Já, ég meina, ef ég hefði verið með þetta tól í skóla hefði ég líka notað. Það er bara þannig, ég meina Wikipedia kom líka og þá var manni sagt hvernig maður mætti nota það og ekki bara taka beint upp textan þar. En maður auðvitað svona prófaði svolítið þolmörkin á því þegar maður fekk það tól í hendurnar. En þetta er alveg rétt. Við erum svolítið við daginn okkar. Ég velt aldrei fyrir mig spurningunni að því ég get fengið svar við henni strax. Ég hugsa hann aldrei. Og hvenar virka ég sköpunarkraftin hjá mér? Það er því ég tek mig frí frá áreiti. Frí frá öllu sem er að gerast. Hvenær fæ ég bestu hugmyndina mínar? Það er þegar ég leggst á kottan og legg fram í síman. Þá verður heilan að vinna úr upplýsingunum sem fekk ég við daginn. Ég fer að setja það eitthvað samhengi, ég fer að hugsa þar og ég verð skapandi. Þannig við þurfum líka, náttúrulega lykillinn að því að vinna vel með gervigreind er að vera skapandi. Og þannig munurinn líka er að maður lærir, ég læri að reikna
og svo fæ ég reiknivél þegar ég er búin að læra ákveðin grunni í að reikna. Ég læri og fer í gegnum skóla og fæ síðan gervigreind í hendurnar. Það öðruvísi heldur en því ég fæ hana alveg frá upphafi. Þannig að það líka þetta hvar og hvenar ætla ég að nota hana. Ég þarf líka að virkja mig sem einstakling. Gervigreindin veit ekki allt betra en ég. Ég líka með mínar ákveðnu skoðanir og stundum bara byggi ég þar á tilfinningum og það líka bara allt í lagi að því ég bara manneskja. Þannig að við megum ekki gefinni það að hún sé alvitur og veit allt betur en við. Og það líka þessi þáttur sem ég finnst svo erfiður ef við erum bara par og við erum að rífast. Ég fyrir fílu og síðan kem ég aftur tilbaka og við þurfum að tala um þetta. En í millitíðinni tala ég við gervigreindina sem alveg staðfesti það að ég hafði rétt fyrir mér í þessu samtali. Alveg sama og frúin gerði líka í sínu síma. Og þá eru við sko ennþá fólk að þessu? Það er bara alveg pottet sko. En eru fannar að nota þetta í eiginlega bara hvað sem þegar kemur að svona daglegu lífi og aðtöfnum. Ég nefnilega, ég veit það ekki sko, ég er mikill dystopíu unnandi, það er að segja að mér er gaman að lesa Orwell og Huxley og fleiri. Ég hef svona verið að velta þessu fyrir mér að hversu takmarkandi þetta er. Ég var að hlusta á útvarpið núna í morgun og ég hlustaði ekki á viðtalið, þetta er bara eina sem ég heyrði að eitthvað í kringum 40% af öllum samböndum væru í gegnum svona dating apps. Já. Mér finnst þetta ekki gott sko. Og ég alltaf þegar ég heyri fólk segja að já, við hvernig kynntist þið? Gennum Tinder fyrir svona 8 árum þá þótti það vera svona feimnismál að segja það. Já. En í dag er þetta bara orðið svona ákveðin venja. Ég vil að þetta verði aftur svona feimnismál sko. Það ég er mikið í skömmunum sko. Það er náttúrulega, ég er að djóka sko. En hvað veist þér um þetta? Svo smittin á þetta út. Já, sko, ég kynntist minni konu á Tinder sko. Andskot. Ég geti ekki verið sammálaðir. Það segja þetta ofinberlega. Já, ég meina svoleiðis þetta bara. En finnst þetta ekki galið? Það er svo mikil hluti. Jú, en ekki það, svo fer maður og hittis sko. Þetta er svona bara fyrsti hundur. Já, ég veit. Mér finnst það samt eitthvað. Ég veit ekki hvað þetta er. Þetta er líka sko því að maður er einhvern veginn, við erum líka mann að glata því að maður bara strákar vippi sér upp að konum. Kanin er góður í þessu sko. Þar er bara reynt viðmann svona á gamla mátan. Já, ég held að það sé líka kannski svona... Ekki mig, ég er ekki næður, en ég heirt að fólk lendi í þessu. Já, ég meina þetta er kannski vandi líka ef við erum kannski farin að horfa á skemmtanalífið og í staðin fyrir við sem að tala saman erum við í símanum og appum og reyna að ná í fólk sem er ekki á staðinum, sko. Það finnst mér út af sorgleg þróun. En annað í þessu kannski líka er að já, í staðin fyrir mitt, þetta er svona að við séum bara að kynnast fólki, bara svona fyrir það sem það er, bara óvænt, að einhvern byrja bara að tala við þig. Við megum náttúrulega ekki glata því í þessu, en þetta er auðvitað samspil líka og ég veit alveg það er erfitt fyrir mig og svona eldri kynslóður að skilja rafræna vináttu. Vináttu við fólk sem ég hef aldrei hitt. Auðvitað get ég mynda tilfinningatengsl á þennan hátt. Og sérstaklega þegar við erum til dæmis að takast á einhver verkefni saman eins og í tölvuleikjaspilun. Þá erum við að takast á við áskoranir, við erum að takast á við áföll, við erum að vinna verkefni saman. Þarna getum við mynda mjög sterkar tengingar. Þannig að ég vil sannarlega ekki við gerum lítið úr því. En það er mjög sorglegt, maður er að heyra þetta líka núna bara djamsleikurinn er dottin út sko, því að annars endar við bara í myndbandi einhvers staðar á TikTok sko. Já, það enda vá, geggjaðu punktur. En hvernig er þetta skólaballuna? Er það líka kannski bara út? Ég svo sem hef ekki verið mikið þar. Þú ert ekki að skella þér þangað? Nei, ég er ekki mikið þar. En ég meina, við megum auðvitað líka ekki vera svo opbóðslega upptekinn því einhversi að taka mig upp öllu stundum að ég þor ekki að vera einstaklingur sem ég er og bara gera hluti sem eru þroskandi. En það er samt alveg óhjákvæmilegt. Ég meina, sérstaklega á þessum úlingsárum sko, að þá er maður einhvern veginn svo passasamur, en maður þurfti ekki að vera svona passasamur. Nei, en ég bara maður er að móta sig bara í öðrum og maður er að prófa hluti. Ég meina, okkar kynslóð þegar við fengum Facebook í hendurnar, maður fór á djammið, maður tók myndir af öllum og svo bara upload all. Það voru undirhaukur, það var fólk í sleik, það var allt í gangi. Ég er ekki að segja að það hefði verið frábært að setja þetta allt saman á Facebook, en við leyfðum okkur auðvitað því við vorum ekki ennþá komið með like-taka sem var að stýra því að bara álit annara það sem skiptir öllu máli og ég þarf alltaf helst að vera farðar og göngunum í skólanum að því ég geti lent inn á mynd eða myndbandi hjá einhverjum. Það er auðvitað ekki jákvæmt.
Pilsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það annarkvort sú ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða sú vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það eru þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Nei, ég nefnilega sko, ég held að líka sko þessi svona staðfestinga, svona verification sé slæm og ég held að þetta nær sko lengra undir þetta því nú var ég með Kjartan Örn Sigurðsson, forstjóra Ormsson fyrir nokkru dögum síðan og hann einmitt að reyna að velta aðeins upp spurningum bæði vinnustaðumhverfi, vinnustaðamenningu og fleira og hann hefur miklar áhyggjur af því að við erum orðin of svona passasum, það að segja áhættusækni sé orðin of lítil og ég held að það hafi eitthvað með ekki endilega datingmarkaðin að gera heldur með þetta, svona það alltaf einhver að fylgjast með okkur, að við erum orðin svo rosalega passasum að vera alltaf með allt okkar upp á 10 og það enginn á skjön og ég held að þetta bara eins og með með þessi dating appin, ég held að það sé smá grunnur að þessu einfalda út af því að við fáum staðfestingu á því að þessi einstaklingur sem okkur þykir álitlegur finnst okkur svona einhverju leyti líka álitlegur. En við myndum aldrei þora einhvern að láta reyna á það fyrir en við myndum fá staðfestingu á því. Og þetta alveg líka inn á vinnumarkaði þar sem við erum alltaf að reyna að pæli því hvort að allt sé upp á 10. Ég til dæmis passa mig mjög mikið í þessu hlaðvarpi alveg sama hvort ég gerir mistök eða ekki, þá birti ég það samt. Og stundum klikka einhver orðið eða eitthvað þannig og mér bara alveg sama. En við þurfum alltaf að vera svo rosalega passasum í öllu okkar umhverju og ekki bara datingmanningunni en kannski sérstaklega þar sko. Já, ég meina ég er í grunninn grafískur hönnuður líka og það sem er oft erfiðast þar að því að þegar þú ert á tölvutekna þá getur oft allt fullkomið alltaf. Það sem ég þurfti mest að læra það var bara að teikna með blýanti og ekki með strókleiri að því hluta listsköpun er líka að sjá mistökin og það er líka bara hluta ferlinu. Það er sem að gerði verkið mitt mannlegt, það sem gerði eitthvað merkilegt. Þannig að við þurfum auðvitað að horfa á það líka. En ef við reynum að svara líka sér í spurningu sko, hvað er það þarna inni sem er svona raunverulega skaðlegt? Af hverju erum við að tala um samfélagsmiðla, af hverju erum við að tala um gervigreindina, hvað er það sem við erum að reyna að draga úr? Og þar sér maður samhljóminn í löndunum í kringum okkur er að við erum fann að horfa á skaðlega hönnun. Og það er þá hönnun sem miðar að því, eins og algoritmi sem er að færa mér efni sem ég er ekki að leita stað eftir. Þannig að ég er strákur og ég fæ lúksmaxing efnið að ég þurfa að vera með svona kjálkalínu og svona, ég þurfa að vera svona á hins eginn til þess að vera aðlaðandi í augum annara, stúlkurnar fá átröskunar efnið að því þær þurfa að vera mjóar og flottar. Það eru þessi svona, það eru stríkin sem að halda mig við efnið, það eru þessi svona element þann inni sem að keyra á það að halda athyglinni mann umfram eitthvað annað. Það er í rauninni það sem er í grunninn skaðlegt. Af því þegar ég fyrir á netið að afla mér upplýsinga, þá ræði ég svolítið förinni hvað ég er að leita að. En þarna, bara á eftir þessu krútlega pandavídeó sem ég er að horfa á, gæti ég síðan séð eitthvað myndband sem er alls ekki við hæfi aldursin sem ég er. Þannig að þegar við erum að horfa á samfélagsmiðla, þá eru þeir auðvitað ekki eitthvað bara eitt. Þeir eru margir og mismunandi. Sumir eru í grunninn samskiptamiðlar. Og þeir hafa í mörgum löndum sem hafa verið að taka á samfélagsmiðlum verið teknir út fyrir sviga. Að því við erum ekki endilega að horfa á það að við séum að takmarka samskipti. Við erum að reyna að takmarka skaðlega hönnun. Og eitt gott dæmi til dæmis sem núna er að PEGI, sem er sko aldursmati í tölvuleikjum, þeir eru fannir að horfa lengra, ekki bara á ofbeldisefni, heldur er það líka efni eins og þegar ég er að kaupa eitthvað í leiknum og ég veit ekki hvað ég fæ í staðinn. Eða þegar það er verið svona strík dagleg og ég fæ refsingu ef ég held þeim ekki við. Svona element sem eru eingöngu svona markasveit element eða eitthvað til þess að halda mig við efnið og þessi leiki sem að hafa þetta inn í sér eru að fá herra aldursmat í dag heldur en þau eru með að þetta snýst meir það að sjá bara eitthvað blóð og sæði það er líka þessi hönnun sem eru bæði andfélagsleg og skaðleg. Mér finnst þetta svakalega áhugavert sko, ég mitt
pælt mikið í þessu og ég veit ég að kasta henni til vagni með því að ræða þetta hennar. Ég hef einmitt verið að stríða fólki aðeins hérna og verið að segja að enginn hefur farið í óskynsamlega lýtaðgerð de facto út af því að fólk fer í það hlýtur að hafa verið skynsamlegast sem hægt var að gera. Fólk veit alveg að þetta er galin athugun, hún er auðvitað ekki rétt, en mér finnst, og þetta snertir á samfélagsmiðlunum og þetta kemur úr þessi 10. kynslóð sem við erum að ræða, sem að voru svona á samfélagsmiðlum sérstaklega þegar við vorum að huga að þeim sem minnst og það var ekki einu svona þetta svona menningalega aðhald sem betur fyrir aðeins að koma upp núna en að stelpur eða strákar rétti skriðin yfir 20 er að fara í lýtaðgerðir og ég bara, hvað er í gangi? Alveg, og það er eiginlega þannig að eftir því sem að stelpunar eru fallegri að því líklegra er það að færi í lýtaðgerðir sem að styður svolítið undir það sem að þú varst að tala um áðan þar sem að það er einmitt ákveðið fólk sem er rosalega mikið að pæla í þessu sem er kannski líklegast til þess að fá sem mest af þessu efni og þú veist þá veldur maður bara, þú veist fyrsta lagi náttúrulega þá verður ekkert alltaf fallegur og það líður bara þannig að þú veist, fólk verður minna fallegt út af því að við erum þannig innstilt að við teljum að yngra sé fallegra sem er einhvers konar líffræðilegs eðlis en aftur á móti svo sem fyrir einstakling er það skynsamlegt að þú varst að reyna að vera sem fallegastur á þeim tíma sem þú ert líklega fallegastur í stað þess að vera að reyna að sko skapa einhvers konar innra virði en við erum bara komin á þann stað að mjög fallega stelpur rétt skrinnar yfir 20 er að fara í lýtaðgerðir. Greiftu þennan bolta? Sko, þetta er líka bara spurningin, hvað er fallegt? Hver er að ákveða hvað er fallegt? Við sjáum þetta til dæmis eins og líka í þessu lúksmaxi fyrir strákana, það sem að þetta er þetta efni, ég er komin bæði með efni, það sem aðrir er að segja mér hvað er eftirsóknarvert í útliti alvöru kallmanns. Og síðan er ég með app, það sem ég skanna andlitið mitt og appi segir mér, gefur mér einhvern hversu aðlandi ég er og hvað ég þarf að gera til þess að verða meira aðlandi. Er þetta til í alvörunni? Ég hef ekki kynst þessu. Já, þetta er þessi lúksmaxing app sem að... Er þetta app? Já, þú bara skannar á andlitið og þá sérðu bara hvaða einhvern þú færð og hvað þú þarf að gera til þess að verða myndarlegur. Er þetta með hamarinn og brjóta kinnbeinið og eitthvað? Til dæmis er það eitt, já, þú veist. En einhver sem að, þú veist, er verið að halda þessu að fólki það? Já, þetta er hluti af þessari kreðsu, það sem að, já, þetta er efni sem að ég sem ungu drengur er að sjá og ég er alveg viss um það að ég myndi detta inn í þetta ef ég væri ungu drengur núna á mótunar árum. Að hamra þér kjálkabeinin? Jafnvel. Í alvöru? Af hverju ekki? Ég er ekki. Ég veit ekki. Þegar maður hefur ekki aldur og þroska til þess að meta, af hverju ekki, sko. En þá er það líka bara hver er að ákveða þetta fyrir mann og svo þegar maður spyrir stelpunar, sko, þú veist, viltu opaslega stóra kjálkalínu? Nei. Spyrir strákana, viltu opaslega stóra varir? Nei. Þú veist, hver er að ákveða hvað er fallegt? Við erum auðvitað þarna að láta bæði stýrasta áliti annara, en síðan er þetta svo öflugt að ef ég dett bara inn á sem unglingstúlka á eitt ádröskunarmyndband og þá er þetta bara skinni tokki, sko, ég fæ bara í mína átt holskeflun af þessu myndböndum og ég losna ekkit undan því, jafnvel þó ég fara að velja eitthvað annað myndefni að því þetta virkar svo vel við að halda mig við efnið. Þannig að þarna festist ég í því að vera stöðugt að sjá þennan óraunhafa samanburð og fer þá smá saman að trúa því, jafnvel þótt ég sé alveg óbáslega myndalegur eða myndaleg, að ég þurfa að gera eitthvað til þess að verða myndalegur eða aðlaðandi í augum annarra. En hvað er fallegt og hver var ákveða það? Var það einhver áhrifavaldur þarna, einhver hönnuður á einhver appi sem er að virka til þess að skanna andlitið mitt? Hvað veit viðkomandi? Hvað er fallegt? Við kannski sem samfélag ættum að fara að skilgreina það. Alveg eins og við sem samfélag eigum líka ákveða hvað er viðeigandi efni þarna inn á þessu miðlum. Því við erum að meta það í tölvuleikjum og kvikmyndum og þáttum á gennum aðra miðlunulegðir, en við erum ekki að meta út frá réttum forsendum þegar kemur á samfélagsmiðlum. Og ef við yfirfærum bara þau lög sem við höfum í dag og það mat sem við höfum á efni í dag, þá væri þetta ekki svona. Horfum á aldursmat í bíómyndum og þáttum. Það er kerfi sem að það er leyft öllum efni, síðan kemur 6 og 9, 12, 14, 16, 18 ára flokkar. Þetta er efni það sem við sjáum að það hefur skaðileg áhrif á hegðun. Af því að þarna erum við börn, við höfum ekki upplifað okkar eigin reynslu af heiminum og veruleikanum sem við lifum í. Samt erum við bara með 13 ára aldurstakmark á alla þessa samfélagsmiðla. Það sem út með efni sem fengi 16 og 18 ára stimpilin eða þetta verið bíómynd eða þáttur.
Það sem við erum með Þú hittir líka miklu skadalega heldur en nokkuð tímann að horfa á þátt sem í ofbeldismálum eða eitthvað þannig. Já, því að ofbeldisefni þar leikið efni í bíómyndinni en síðan þetta raunverulegt ofbeldisefni sem ég að horfa á samfélagsmiðlum. Þetta sterkara efni. Þannig að af hverju finnst okkur þetta eðlilegt? Þetta í rauninni eins og bara fara og lesa aftan á mjólkuferðuna, innihaldslýsingin bara röng og við myndum eðlilega gera kröfur og fyrirtæki að leiðrétta það. Sérstaklega efni sem markasett fyrir börn eins og Roblox sem samfélagsmiðla vettvangur í dulbúningi leikjavettvangs og það ertu með alveg það sama aldursmatskerfið þar handónýtt ef við ætlum að setja á foreldrastillingar sem alveg hægt og þær alveg fínar en vandinn við þetta síðan að svo geti bara stofna mér annan reikning á þess að vera með tölvupóstfang og komist inn og þá engar foreldra stillingar virkar. Þannig að þarna þurfum ef við yfirfærum bara þennan þátt ofan á þetta bæti síðan við áreitni ég að horfa á bíómyndi, það engin ókunnur að áreita mig á sama tíma, en það samt að gerast inn á samfélagsmiðlunum. Á sama tíma eru persónuupplýsingarnar mínar nýta til þess að ýta mér efni, bæði ádröskun eða hvernig ég á að líta út ólöglegar auglýsingar veðmál, nikotín, áfengi þetta bætist við og svo ertu með algoritma sem að velja þetta efni fyrir mig og senda það í mína átt. Ég sem úlingsdrengur, ég að fara inn til þess að fylgjast bara með fótboltaumræðinni en árin ég veit af ég bara komið með efni það sem menn eru að sína mig hvernig ég á dunga með hamri í kjálkalínuna mína til þess að gera það meira aðlæðan. Þessi þáttur í boði Þorgrímsson og Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfðar lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thorco.is og skoðaðu úrvalið. Já, það einhver sem að sagði eitthvað á þá leið að þú verður annarkvort vinur barsins á barsárunum eða á fullorðinsárunum. Getur ekki fengið bæði. Ég held að við þurfum pínu að velja bara að við verðum vinir barnanna okkar á fullorðinsaldri og tökumst á við þetta rugl og já, það verður ruglega leiðilegt að taka síman af krakkanum en ég bara, og eins og segi ég held að fyrir mitt leyti þá þarf þetta ekki að koma ofan með símabann á táningsárunum. Ég held að það verði svona félagslegt eins og í skólunum og fleira, þá bara svo mikið rugl og erfitt að takast á við þetta ef við erum með síma í skólunum en svo ætlum við að fara að setja skorður heima fyrir. En ég held að verða að setja skorður alls það, Mér finnst það ég verð svakalega kínverskur í þessu. Símabann í skóla leysir ekkert vandan heima fyrir, Við þurfum að taka á því líka á sama tíma, Ábyrgðin ekki öll á skólanum í þessu máli. Og þarna þurfum við þessa heildstæðu lausn sem ég nefndi áðan að fá fleiri með okkur í þessa vegferð. En aftur, við eigum líka gögni við það að svona 50 barna hefur mjög jákvæð upplifun af þessum miðlum. Yfirleitt þegar við tölum við þau, þá það börn sem eiga foreldra sem áttu samtal við þau. Sögðu þeim hvernig þau ætti að tilkynna efni, sögðu þeim hvað efni ætti að forðast, það sem virt samtala sem ég get látið vita ef ég lendi í vandræðum. Þannig að við... En það hægt? Ég einhvern veginn hugsa bara höfum að bara leika sér úti, hættum þessu ruglu út af því að Píratarnir voru einhvern veginn að tala mjög mikið þetta einhvern veginn, við þurfum að kenna þeim á þetta og ég eitthvað svona. Það eins og að gefa þeim minna sterkt eða vægara styrkleika af kókaini og segja, við þurfum aðeins bara svona að læra inn á þetta. Þetta verður hvað sem alltaf hluta af raunveruleikanum. Kannski það að það kemur að því að ég prófa YouTube. Já. Og þá ágætt að ég viti af því að ég get tilkynnt efni. Það ágætt að vita af því að ég get leita mér aðstoða líka. Því að verstu tilfellin, sem eru tilfellin sem börn fara í net, öfga, hópa og lantin og dark web, skuggavefin,
er að þau upplýðu vonlausi. Það var enginn sem hlusta á þau, ég gat ekki leita mér aðstóðar. Þannig að ég þarf auðvitað líka að vita af því þegar kemur að því, ég fer að nota þennan vettvang að ég get sagt einhvern frá. Því kannski á ekki mamma og pappa sem ég get treysti mig til að tala við, enginn í umhverfinu mínu. Það eru staðir, það er netspjall 1717 sem ég get leitað í, ég get leitað til netvís bráðlega, við erum að setja á ábendingarlínu og við getum tilkynnt efni. Það kemur að þessum tímapunkti. En ég er ekki að kenna nefnum að vera áhrifaldur á YouTube, bara svo það sé sagt, ég er ekki að kenna á þann átt. Nei, ég veit ekki hvort að ég myndi örugglega flokkast sem áhrifavaldur, þannig að kannski er þetta algjör hræsin í mér. En ég allavega hata samfélagsmiðla. Já, en maður getur verið jákvæður áhrifavaldur. Þú ert áhrifavaldur með því sem þú ert að gera og ég með því að fara í skóla er ég líka á áhrif á börn. Já. Áhrifavaldur á þann hátt, við erum að nota mismunandi miðlunarleiðir, höfum jákvæð áhrif og það er með það, að eiga þetta samtal til þess að reyna að fjölga þeim sem hafa jákvæða upplifun. En síðan er það bara þannig að stundum eru hlutir bannaðir. Ég má ekki fara núna út í búð og kaupa mér áfengi þegar ég er barn. Við getum líka sagt, ég trú ekki neinn boða bönn. Leifum þó allt og allir verða bara svo vel upplýstir að það kaupið það aldrei. Ég fer ekkert að kaupa með nikotínpúða. Virkar það? Nei, sumt er eðlilegt að sé bannað og síðan því ég er búin að ná ákveðnum aldri, þroska, búin að fá fræðslu, forvarnir, að þá kemur auðvitað að því að ég hef náð aldri og þá get ég tekið upplýsta ákveðnum það, ætla ég að kaupa mér þessa nikotínpúða. En fram að því, þá er ég barn og ég er að upplifa veruleikann. 12 ára eða 13 ára sem mega nú farin á alla miðla, þau hafa ekki sína eigin reynslu af mismunum, fíkniefnum, áfengi, kynlífi, en síðan er í stöðugt að sjá aðra meðhandla þessi efni, jafnvel án afleiðinga og þetta er af áhrif á mig sem barn og það hvernig ég kem síðan fram við aðra. Ég verð bara að reyna að vera jáhrifavaldur. Hérna, skólabræði, við förum ekki lengra núna, við gerum þetta örugglega aftur. Þetta var mjög skemmtilegar samræður. Takk aðeinslega fyrir að koma og þangað til næst. Takk fyrir mig.